Komið þið sæl og verið velkomin í útsendingu á fundi Hamraborgarráðsins sem boðað var til núna. Þetta er eiginlega fyrsti fundurinn sem er í beinni útsendingu fyrir kapalkerfi Hamraborgarinnar og þá leið þá tökum við til afgreiðslu hérna 2 ára vinnu, þar að segja þá vinnu sem við lögðum af stað með fyrir 2 árum síðan, þar að segja samninga við Kópavogskaupstað, og núna á þessu fundi tekum við til endanlegra afgreiðslu varðandi framkvæmdirnar í bifreiðageymslunni. Í samkvæmt fundarboði sem var kynnt í kapalkerfinu að þá er hérna sérstakur gestur okkar, Ásmundur Ásmundsson verkfræðingur, og hann er hérna til þess að skýra út þær framkvæmdir sem við þegar hérna í Hamraborgarráðinu hefum samþykkt. Sá viðaukasamningur sem hann kemur eflaust inn á eftir við gerðum og við tókum til samþykktar, hann var undirritaður frá því að síðasti fundur var gerður, en ég ætla að byrja á því að gefa ritara orðið upp á síðustu fundagerð. Gjörðu svo vel. Til að lesa síðustu fundagerð fundarstjórnar Hamraborgarráðs og 14 manna nefndarinnar haldinn sunnudaginn 20. febrúar 1994 kl. 20:30 í Hamrinum, Hamraborg 38. Á fundin mættu Ásmundur Ásmundsson, fulltrúi Hamraborgarráðs, á fundum tæknideildar Kópavogskaupstaðar málefni framkvæmda í bifreiðageymslum og Geislagarði. Þóri Steingrímsson, formaður Hamraborgarráðs, Símon S. Víum, Svanhvít Ingólfsdóttir, Guðni Karlsson, Jón O. Steindorsson, Guðmundur G. Guðmundsson, Margrét Sigurðardóttir, Hörður Jónsson, Hrafnhildur Gunnarsdóttir, Þórhallur Björnsson, Tryggvi M. Þórðarsson, Freyr Sigurðsson, Jakobína Sveinsdóttir og Pétur Óskarsson. Eftirfarandi gert: Ásmundur Ásmundsson kynnti fyrirhugaðar framkvæmdir og kostnað þeim samfara. Verkfræðistofan Línuhönnun hefur gert úttekt af bílageymslunum og Geislagarði. Komið hefur í ljós að framkvæmda þörf er viðameiri en gert var ráð fyrir upphaflega og þá aðallega vegna framkvæmda í garði. Breytingar í Geislagarði eru nauðsynlegar og þarft að létta á garðinum. Kópavogskaupstaður er tilbúin að taka á sig umfram kostnað við garðinn, en þá þarf að deila framkvæmdum á lengri tíma. Lögð var fram sú tillaga og var hún samþykkt samhljóða að arkitekt Kópavogskaupstaðar yrði látin undirbúa framkvæmd og hún síðan lögð til samþykktar fyrir Hamraborgarráð. Fundarmenn létu í ljós skoðanir sínar varðandi fyrirhugaðar breytingar og voru menn sammála að graskerinn sem nú er í Geislagarði mættu öll hverfa. Var samþykkt að Kópavogskaupstað yrði veitt heimild til þeirra framkvæmda. Ásmundur kynnti fyrirhugað viðgerð á bifreiðageymslu Hamraborgar. Hafinn er undirbúningur á útboði vegna steypuviðgerða á milligólfi, loftum og stigahúsi svo og Geislagarði. Lagt var til að framkvæmdu verið skipt niður í forgangsröð samanber bréf til Þóri Steingrímssonar frá Steingrími Haukssyni dagsett 20. febrúar 1994, svo sem eins og framkvæmdum í garði er skipt í 2 áfanga. Sagði hann nauðsynlegt að loka af nokkru bílastöðum í sumar. Tillaga var að hleypa gönguleið upp og jafnvel hækka lítillega, gera gönguleið meira aðlaðandi, einnig að bæta lýsingu í bílageymslu og breikka tröppur upp í Geislagarð. Ásmundur lagði það áherslu að aðgengja bílageymslu á meðan á framkvæmdu stæði yrði að vera góð fyrir íbúana, til dæmis ef eitthvað sérstakt kæmi upp á eins og búferlanflutningur og fleira. Hann lagði og áherslu á að farið sé eftir ráðgjöf hönnun. Þóri Steingrímsson lagði fram eftirfarandi tillögu. Hamraborgarráðið telur þær áætlanir sem fyrirhugaðar eru samkvæmt forvalsgögnum sem lögð voru fram á fundi þess dagsett 20.2.94 í fullu samræmi við gerðarsamninga við Kópavogskaupstað dagsett 7.5.93 og veiti framkvæmda stjórn fullt umboð til frekari viðræðna við hann þær. Tillagan var samþykkt samhljóða. Jafnframt lagði Þóri Steingrímsson fram þá tillögu samkvæmt bréfi Steingríms Haukssonar dagsett 20. febrúar 1994 þar sem fram kemur frestun á framkvæmdum að Hamraborgarráð veiti framkvæmdastjórn sinni heimild til að undirbúa framkvæmdir við sameign samkvæmt samningi dagsettum 7.5.93
Hamraborgarráð óskar eftir því að verkáætlun verði hið fyrsta lögð fram framkvæmdir þessar í heild sinni. Tillagan einnig samþykkt samhljóða. Önnur mál. Þórir Steingrímsson kynnti breytingar á lögum húsfélag. Hann undirstrikaði að ef þau lög taki gildi þann 1. mars 1994 þá væri Hamraborgarráð húsfélag en hvert hús húsfélagsdeild. Hann benti sérstaklega á 77. grein frumvarpsins og bað fundamenn að kynna lögin í sínum húsum. Tryggvi Þórðarson talaði að unglingar væri mikið farnir að venja komu sínar í bílageymslurnar, krakkarnir kæmi bæði kvölds og morgna, væri unglingarnir mikið við hús númer 32 og nefndi hann það svæði félagsaðstöðu unglinga. Stjórnin tók það mála að sér. Fundi var slítið klukkan 22:40, Svanhvít Ingólfsdóttir. Þá eru ritari búin að lesa fundagerðina og hún hjá borin hér eftir til atkvæðagreiðslu. Er ykkur sem að vill við hana athuga? Nú ef er ekki þá skoðast hún sem samþykkt. Og þá göngum við til dagskrár sem er þá bréf sem var lagt fyrir mig vegna af tæknideild Kópavogskaupstaðar. Það sem að það liggur fyrir erindi frá tæknideildinni til bæjarráðs Kópavogskaupstaðar hvað varðar viðgerðir í bílageymslu fyrsta áfanga. Þetta erindi liggur hérna frammi og það hljóðar á þann veg að miðvikudaginn 16. mars 1994 kl. 11 voru opnuð tilboð í viðgerðir í bílageymslu við Hamraborg 1 fyrsta áfanga. Við Hamraborg fyrsta áfanga. Útboði var lokið og að undangengnu forvali. Lokað. Útboð var lokað. Útboði lokað, já. Lokið, já. Og það voru eftirfærandi tilboð sem bárust. Það segir Heimir HF, hann er með 22.500.000, Ístak HF með 29.265.000, Húsprýði HF með 42.619.000, Hannes Björnsson með 32.000, 43.000, Drefn HF með 36.312.000 og Múr- og málingaþjónustan Höfn HF með 26.600.000. Þetta er erindi sem á að leggja núna fyrir bæjarráð næstkomandi fimmtudag, en þetta var lagt hérna fyrir okkur til umfjöllunar og þá væntanlega til samþykktar, því þá verður farið út í þessa framkvæmdir eins og við þegar erum búin að stefna að þá sem fyrst og þá væntanlega upp úr 1. apríl næstkomandi. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta, ég ætla að gefa bara gesti okkar Ásmundi Ásmundsssyni, verkfræðingi sem er búin að vera okkar fulltrúi. Við erum búin að vera fulltrúi húseiganda á tæknideildarfundum eða tæknideildar Kópavogskaupstaðar bílageymslurnar og hvernig að þessu er staðið, og ég ætla að gefa honum orðið. Gjörðu svo, Ásmundur. Já, ég er Ásmundur Ásmundsson eins og fram hefur komið og eins og hér hefur líka framkomið þá er eiginlega búið að gera grein fyrir öllum helstu atriðum þessa máls. Það er að segja þeim tilboðum sem hafa borist. Eins og framkom í máli Þóris þá voru útboðin lokuð. Það er að segja það þýðir það að það er einungis valdir verktakar sem fá að gera tilboð. En áður en að útboðið fór þó fram fór fram forval sérstakt. Það var hins vegar opið og þar lögðu sem sagt mjög margir verktakar fram gögn fjárhagslega stöðu sína, reynslu af verkum sem þessum og síðan var farið yfir þau gögn og bestu verktakar úr hópi þeirra sem skiluði í forvalið valdir. Og það voru þessir sem að Þórir greindi frá. Það er hægt að taka það fram kannski til viðbótar að áætlun hönnuða í þessu verki var upp á 25.740.000. Þannig að lægsta tilboðið frá Heimi HF er 87,4% af áætlun hönnuðana. Það var
hins vegar aðeins eitt tilboð sem var lægra heldur en áætlunin. Eins og kom fram í fundargerðinni hér á undan að þá verið að fara út í sem sagt múrviðgerðir, málingu og viðgerðir á þeim mannvirkjum sem þarna eru núna. Þarna á ekki að fara út í það að bæta lýsingu eða gera neitt af því sem yrði svo hugsanlega framöndan. Þannig að við tökum allan vara á það að nú erum við bara að fá betra mannvirki í nánast það sama mannvirki þó og fyrir Þetta mun taka, eins og hefur komið fram líka áður, mun taka lengri tíma heldur en að íbúar Hamraborgar gerðu ráð fyrir. Það var gert ráð fyrir að framkvæmdum yrði lokið á þessu ári, en hluti framkvæmdana mun frestast fram til ársins 1995. Og það fyrst og fremst vegna þess að Kópavogskaupstað býr við takmarkaða fjárhagsáætlun og aukinn kostnaður við þá fyrst og fremst garðinn fellur eingöngu á Kópavogskaupstað og það þarf að fara út í stóran hluta þess eða allavega umtalsverðan hluta þess á þessu ári og þar af leiðandi fóru þeir fram á frestun framkvæmda og það þýðir þá það líka að fjármagnskostnaður dreifist á lengri tíma. Einhverjar spurningar í sambandi við þetta? Hvað þetta? Tryggvi Þórðarson heitir Hamraborg Fjárfestingar. Hvað þetta áætlað mikið hluti að ykkar kostnað? Það liggur nú ekki alveg fyrir vegna þess að áætlaður kostnaður eins og viðgerðirnar voru í höndum hönnuða var svona 40 milljónir, þeir eru þarna með tæpar 40 milljónir, þó voru svona vísbendingar það að það yrði lægra vegna endurskoðana á aðferðum við viðgerðirnar og þannig að það hefur eiginlega þróun kostnaðaráætlunar var svo að fyrst raukun upp úr öllu valdi með það sem upphaflega hafi verið gert ráð fyrir, síðan rannsóknir leiddu sem það í ljós að það þetta gera meira og meira og þá raukaður upp úr öllu valdi. Síðan voru menn tekninir á jörðina í viðræðum þær aðferðir sem beita skyldi við viðgerðirnar, auk þess sem menn fengu upplýsingar hugsanlega nýbreytni við slíkar aðgerðir sem menn ekki þekktu áður og smátt þá sem sagt þegar menn fóru að taka utan þetta þá virtist þetta fara og fór þetta lækkandi. Núna sýnist mér að við séum að tala kannski svona 5/8 eitthvað svoleiðis af heildarframkvæmdunum. Hvað myndi það vera? Er það ekki svona 60%? Það sýnist mér. Það eru 60%. 6 × 8 = 48. Ég heiti Freyr Sigurðsson, mig langaði að spyrja þig að því Ásmundur kannski nákvæmlega í hverju þetta fólki þessar framkvæmdir sem eru verið að fara af stað með núna? Þetta er fólki altså í fyrsta lagi því að gera við gólfið eða milliloftið svokallað, það er að segja plötuna sem við ökum upp á þegar við komum upp Bröttubrekkuna inn í bílageymsluna, förum inn bílageymsluna og upp Bröttubrekkuna, beygjum sum til hægri þegar við framhjá gæsluskýlinu og þá komum við inn á plötuna, ef við ökum svo beygjum svo aftur til hægri þá ökum við inn á plötuna sem kölluð milliplatan. Það er þessa plötu sem á að gera við núna. Það á að gera við hana ofanfrá fyrst og fremst og síðan er meiningin að gera við loftið ofan við plötuna, það er að segja gólfið undir garðinum neðanfrá, það er að segja loftið í þeim sal sem þú stendur á þegar þú ert upp á milliplötunni. Þá að gera við það og síðan veggi og súlur. Það á hins vegar ekki að takast á við það sem við höfum kallað botnplötuna, það er að segja þá plötu sem jarðvegur er undir, sem hvílir semst á jarðvegi. Og það er platan sem við ökum á þegar við komum inn í bílageymsluna og líka þegar við ökum út úr henni. En þessar framkvæmdir sem Kópavogsbær er að fara af stað með í garðinum, í hverju þær fólk?
Þær eru fólgnar í því að þær verða tvíþættar. Þær verða í fyrsta lagi fólgnar í því að létta á plötunni. Það er að segja, það hefur komið í ljós að það sem á plötunni hvílir, miðað svo við önnur not sem hafa ber af þessari plötu, þá er það of þungt. Ekki kannski mikið, en nóg til þess að menn vilja létta það. Platan á að standa til langs tíma og þetta dregur úr líftíma plötunar að hafa hana mikið yfirlastaða einhvern tíma. Það getur til dæmis gerst ef að kviknað í, kemur stórir þungir bílar inn á þetta, mikill mannskapur safnaðist í kringum bílana, slökkvibílar þá, og svo var jafnframt þetta yfirálag sem er á plötunni miðað við það sem ráð var fyrir gert þegar platan var hönnuð. Platan ber þetta eins og mjög lettilega vegna þess að slíkir bílar hafi ekki komið inn á hana, þannig að það er ekki vandamáli. Við erum sérst að undirbúa okkur undir það að ganga þá frá þessu þannig að þetta þoli það sem gert var ráð fyrir. Þetta er í fyrsta lagi. Í öðru lagi sem nokkur afleiðing af þessu, þarf að hanna garðinn upp á nýtt, því að leiðin til þess að létta á plötun er svo að fjarlægja kerin. Kerin eru stór, klunnaleg og þung, þyrnir í augum margra íbúa, hefur verið þyrnir í augum mínum lengi, meðal annars meðan ég bjó í Hamraborginni, og þau draga úr nýtingu garðsins, þannig að menn hugsa sér þá að slá 2 flugur inn í höggi, létta á plötunni eins og áður sagði, og endur hanna garðinn, fá til þess fagmann, arkitekt til þess að hanna garðinn, og hann þá léttari, hann verður þá ekki svona mikið upphleyptur, ef ég má orða það þannig, eins og hann er með kerjónum, en í öðru formu örugglega. Síðan á í sumar að þegar búið er að það þarf að taka ofan af garðinum, nánast mest allt sem á honum hvílir, til þess að þétta plötuna, og meiningin er að fara út í fyrsta áfanga þeirra framkvæmda í sumar, í framhaldi, og bjóða það út í framhaldi af aðgerðum sem að bærinu beita sig fyrir. Það er að segja að sem eru fólgnar í því að opna eða taka hellur og sand og gras og ker ofan af plötunni þar sem samskipti eru, þensluskil og steypuskil og annað þar sem að vatn hefur lekið í gegnum árin. Og síðan er meiningin í framhald af því að taka alveg ofan af plötunni. Spurning hvað verður gert mikið af því í sumar. Það verður svo að hreinsað allt af plötunni? Allavega hérna verri hlutanum sem er hérna vestari hlutin ef maður rétt. Birgir heiti ég Sigurðsson. Mér langar að spyrja hvenær þessar framkvæmdir eru að hefjast núna 1. apríl, hvenær er áætlað að þeim verði lokið í þessum áfanga? Mér minnir að það sé 1. ágúst ef maður rétt, sem þessu á að vera lokið, þessum úrviðgerðum. Þær fara náttúrulega, þar hafa verið valdar ég dreg þá ályktun af þessari spurningu að þú sérst að spáði það hvenær hávaðinu ljúkið þegar vegna þess og hvað þetta muni taka langan tíma. Já, meðal annars það og eins líka það, ég náði ekki alveg sem sagði það á að múra þetta, það á að styrkja þetta eitthvað og mála en það ekki framkvæmlega þessar hluta. Jú, það er rétt. En hvernig verður það með svo garðinn uppi, verður hann í rúst í 2 sumur? Já, hann verður ekki í rúst endilega, sko. Það er framkvæmdir sem fara fram verða þannig takmarkaðir minnst í sumar að hann verður náttúrulega lokunum að ganga frá honum fyrir veturinn, sko. Þó að hann verður kannski afbrotinn ker einhvers staðar, en þar sem ker verða algjörlega fjarlægð, til dæmis eins og mjóu kerin sem verður hér í austari hluta garðsins, þar verður hellulagt strax yfir í svipuðum dúr og eða gengi frá með einhverju yfirborðsefni til bráðabirgða þangað til að endanlega hönnun garðsins liggur fyrir. Það er í sumar á að ganga þannig frá honum að það hætti að leka niður. Já, það er meiningin. Þannig að næsta vetur á ekki verið neins lekið niður. Það er rétt. En hérna
með hönnun í sem sagt, nú þetta náttúrulega almenningsgarður og hérna er tvölugast magnar fjöldi þetta börnum og þarna úti það er 1 vegarsalt eða 2 og renniföll það er ekkert annað og þetta rólur og það var gert við þar í fyrra sommar en verður gert eitthvað meira í þessari hönnun á garðinum í tilliti til vatnafall? Já, ég var von á því að þegar þetta verður gert að þá verði haft samráð við okkur það hvernig, hvað út úr þessu kemur. Við lýstum því hér á fundi, síðasta fundi Hamraborgarráðsins að við myndum eiga að sjálfsögðu orðastað við þann hönnuð og leggja fram óskir okkar hönnun á forsendur, meðal annars þá það sem við vildum að yrði í þessum garði. Og síðan það lagt fyrir okkur til samþyktar áður en að til framkvæmda kæmi á endanlegu útliti garðsins. En við megum náttúrulega ekki gleyma því að öll húsfélög í blokkum þurfa yfirleitt að sjá og bera kostnað af leiktækjum. Þannig að ég veit ekki nema bærinn láti sér nægja að áætla að vera með frágang á þeim svæðum þar sem áætlað er að slík tæki verði og síðan verði íbúanum verði íbúarnir að ákveða það sjálfur og standa straum af því að koma upp leiktækjum eftir þörfum. En ef að bærin á þau leiktæki sem þarna eru fyrir, þá fá þau örugglega verið áfram. Já, og svo aðeins að bæta við þetta sem Ásmundur að koma inn á, að garðurinn er alfarið kostnaðarhlutverk bæjarins. Það er bærinn sem að kemur til með að standa straum af honum og ræður honum alfarið samkvæmt lóðarlegu samningi. Þannig að það er eina sem við getum gert, það er að hafa áhrif á Kópavogskaupstað að hann hafi þá garðinn að okkar hæfi, ef þú veist hvað ég er að fara. Það er að segja, við bara leggjum til, en við ráðum því miður engu, en við getum lagt til það og hefum okkar óskir í því sambandi og ég er viss það og þeir hafa lýst því yfir í tæknidildinni að þeir eru fúsir til að taka mið af okkar sjónarmið í þessu sambandi. Við verðum náttúrulega ekki að miða því að hér í kring er ekkert leiksvæði fyrir börn. Alveg rétt og við erum búin að fara upp á skóla, að renna sér hérna á bara snjófót eða eitthvað, Já. Að þá þurfum við að fara hérna yfir, ég held að sé brekka hérna niður við Sparisveg, einhvers staðar þar fyrir neðan, sækja í. Það er ekkert fyrir. Já, býtu hægur, ef þú ert að hugsa leikaðstöðu sem er eitthvað umfram það sem að leyst er með þessum hefðbundnu leiktækjum, svo sem eins og einhverja sleðabrekkur eða eitthvað slíkt, þá verður það ekki til, þá þolir náttúrulega platan ekki neitt slíkt. En hins vegar það er náttúrulega brekka, steinsteypt brekka í garðinum eins og menn muna, þarna þar sem rampurinn er ofan á garðinum og niður og það þarf að ganga frá því sérstaklega vegna þess hvað það er hættulegt fyrir börn að vera þar uppi, en það er hugsanlegt að leysa eitthvað í tengslum við það, ég veit það ekki. Við erum búin að hafa það í huga, sjálfsögðu. Ég tók bara eftir þessu, ég var stæður út í Engi hérna. Þá reistu þeir þar eitthvað mannverki þar fyrir börnin. Og ég fannst að það gæst vel. Það er ekki þess að. Já, það er sjálfsagt tekist vel, en það má náttúrulega ekki gleyma því heldur að þar eru gífurleg vandamál, ennþá meiri vandamál heldur en hérna eru vegna þess að eins og menn vita, það er svo ofsalega þétt byggð og búið að ganga nærri opna svæðinu sem átt að vera fyrir neðan og hvaðina. Mikið bílastæðum eins og menn vita. En hérna með bílageymslu þar og það er þetta með þá að gera við vegginn og fyrst, það er ekkert átt í springverkerfi eða það eru tekið þetta niður föll í gegn og eldvarnarkerfi, það er ekki tekið. Nei, það er ekki í þessum þætti tilbúðsins að ekki eins og það hefur verið lagt fyrir að fjarlægja það eða laga það. Það er samt sem áður vonir ýmis að það megi hugsanlega koma því í lag, en það er endanlega úttekt á því hefur ekki farið fram. En þvottaaðstaða fyrir bíla? Já, það er
með slíkt sko þá ekki búið að setjast niður endanlega til þess að skipuleggja slíkt, hvað sem þvottaaðstöðu, jafnvel með aðstöðu til þess að gera viðbíla. Þetta hefur verið, ég var einsinni með erindi í höndunum frá því 1984 það að það voru aðilar sem sagt fyrir utan sem vildu fá aðstöðu hérna niðri til þess að koma upp svona þvottaaðstöðu en því var hafnað. En ég, eins og ég segi, það ekki komið að því stigi að afgreiða þessa þætti Ragnar, sko, vegna þess að við erum núna fyrst og fremst að treysta mannvirkið, svo það verður ekki fyrir frekari skemmdum, en eins og þú ert að koma inn á, bæði varðandi garðinn, útlit geymslana, lýsing á þeim og svo þrif og þess aftur og rekstrarkostnaður, það á eftir að koma að því seinna meir. En eins og þetta liggur núna fyrir, þá verið að treysta undirstöðuna, undir húsi, svo það verður ekki fyrir frekari skemmdum. Ef að það svara þinni spurningu, sko. Tryggvi Þórðarson. Miðað við það sem maður hefur heyrt ykkur lýsa þá hlýtur allt að verða hér á öðrum endanum þann tíma sem þetta tekur. Hversu mikið á öðrum endanum? Já, þetta mun að sjálfsögðu fara þannig fram að verktaki mun vinna þetta í einhverjum áföngum. Þannig að ég ger ekki ráð fyrir því að allt bílastæði ofan á milliplötunni verði undir í einu lagi. Ein megin ástæðan fyrir því svo að það þarf að stóða mjög undir plötunum með að gert við hana. Það að segja setja stóðu til haldin uppi vegna þess að hún veikist mjög við það að tekin steypan ofan af henni. Og hún nær ekki sínum fyrir styrk fyrir búið að leggja í þann kafla aftur. Og kostnaðurinn við þessar stóður það mikill, þetta það mikill þungi sem hvílir á þessu, að það eiginlega ekkert vit í öðrun að gera það, bara þeirra ástæð einni en að gera þetta í áfengum. Auk þess að gólfið líka það stórt að þú nærði einhverjum árangri í frágangi á yfirborði steypunar ef þú tekur þetta allt í einu lagi. Þannig að það var búist við því að hún verði að hluta til nota bílageymslan, svona mismunandi hluta til. Já, en eins og náttúrulega rétt að hafa það í huga að ákveðin hlutinnar akkurat það sem ekki inn á gólfið og meðan verið að gera við þar eða í grennd við það svæði, þá trúlega erfitt að nýta þennan efsta hluta. En þá skulum við hafa það í huga að bílastæðin á neðsta gólfinu eru oft lítið notuð á kvöldin og þar þá borð fyrir báru fyrir íbúana að leggja bílum þar. Ég veit það ekki þá stóðurnar þar undir? Nei, það sko, eins og ég segi, sko, það verður ekki allt undir í einu, sjáðu. Það mynd þá bara hluti, sá hluti sem væri verið að gera við fyrir ofan, hann verður þá ekki laus, en hluti af því væri laus. Hvaða almennu klásúlur eru í tilboðinu umgengni íbúðana? Það eitthvað sem stoppar verktakann í því reyna? Nei, það var ákveðið að gera, setja ekki neina slíkar svona sértækar takmarkanir inn í útboðsgögnin vegna þess að það verður til þess að tilboð verktakana hækkar verulega. Eins og það hægt verðum við bara að treysta reynslu okkar sem hefur verið í kringum þetta að þetta muni ganga eftir svona. Og það heldur, sko, það ekki hægt að vinna þetta á hagkvæman hátt með því að stóla undir alla plötun í einu lagi, brjóta ofan allir í einu lagi og steypa hana svo allir í einu lagi. Það alveg út í hött. Það næst aldrei með neinni skynsemi. En það getur náttúrulega verið þægilegra fyrir verktakann að hreinlega bara loka fyrir umferð, þótt að hann sé ekki akkúrat að vinna út úr svæði, þá getur honum hugsanlega verið hagur í því að nýta það svæði til verkfæri. Já, það kann vel að vera að það sé, en þú meinar þá að verktaki mun ekki hleypa inn á verki á meðan á verkinu stendur. Já, það aldrei að vita nema það verði, við munum þá heldur ekki, kortið ekki sækja það að þessi bílastæði verði notu neitt á verktímanum nema sé þörf fyrir það. Það alveg ljóst líka, sko. Við höfum engan áhuga á því. Við höfum þessi minnstan samgang verktakans og íbúana. Allra minnstan. Það tryggir sem auðveldust skil í verklok og flækir málin minnst, en það ljóst að það verður einhver atriði það sem að verða á svokölluðum gráum svæðum í sambandi við umgengni í samskipti við verktakan. En þetta bara það sem að í höndum eftirlitsmanns hverjum sinni. Það þarf að vera náttúrulega eftirlitsmaður sem ekki alveg með rennandi blautur á baku eyrun sem að hefur eftirlit með verkinu og það reynir bara á hann í þessu verulega. Hann hefur mikil völd í svona verki
mjög mikil. Hvernig verður eftirlitinu háttað? Það er ekki búið að ganga neitt frá því og er ekki verið rætt. Það á eftir að gera samkomulagið við verktakann og það er nýbúið að fara yfir útboðin og reikna þau yfir, tilboðin minni og reikna þau yfir. Þannig að það hefur ekki verið rætt, allavega ekki við okkur og við reiknum með því að það verið haft samráð við okkur það, hvernig svo sem það fer fram. Þá myndi sá kostnaður við eftirliti sem bæta stofan á tilboði? Já, það bæti stofan á þessa tilboðstölu, já. Eða er það kannski inn í þarna vinnu? Það er eins og borð fyrir bár í áætlunin, því áætlunin er nokkuð hærri heldur en tilboðið. Hver er þá raunveruleg kostnaður íbúðana við þennan áfanga sem við verðum að tala Sko, raunveruleg kostnaður íbúðana við þennan áfanga verður þessar 22,5 miljón. Hann verður hugsanlega magnbreytingar í verkinu sem geta orðið til minnkunar eða aukningar. Það er að segja vegna þess að þeir sem áætla þetta eru ekki með röntgenaugu og veit ekki nákvæmlega hvað þarf að gera við mikið. Þó að menn með tölverri reynslu eins og þeir sem undirbyggu þessi tilboðsgögn viti svona nokkuð vel hvað má gera ráð fyrir að þurfa að gera við mikið, auk þess að þetta hefur náttúrulega verið skoðað og farin mikið tími í það. En ég myndi segja það að með það tilboð sem við fengum og kannski það eftirlit sem við gerum ráð fyrir að þá séum við ekkit neitt á röngu róli með þessar tölur. En það er alveg það er svona daltið út í vindinum að fara nefna einhverja tölu á þessu stigi málsins. En nú eru ekki hönnunartölunar heldur hérna á borðinu. Eitthvað lítur að hafa kostað útbúa tilbúið. Jú, sko það er voru talað það, sko við tókum það fyrir hérna með hönnunarkostnaðum, það voru 2 milljónir króna sem að láðist að geta, en hins vegar er reiknað með því að þessi hönnunarkostnaður sé inn í þessari upphæð. Því það var talað það í byrjun, í fyrstu fjárhagsáætluninni upp á 39,5 milljónir, þá vantaði hönnunarkostnaðan þar inn í. Og þeir sagðu að núna yrði reiknað með því að hann kæmi inn í þessa kostnaðaráætlun sem þessi sem liggur hér frammi. Þannig skildi ég það sko. Er þá hönnunarkostnaðurinn inn í áætluninni? Já. Nei, hann er ekki. Nei. Þessi áætlun hönnuða er áætlun í það verk sem verktakarnir gera tilboði. Og kostnaður hönnuða er ekki inn í þessu. Er það ekki inn í þessu? Nei. En þá er spurningin þá þessi, hvað er það þá mikið heldur þú? Já, sko, í þeim, það ætti mér skust ekki vera það og það hefur ekki verið lagt fyrir okkur og við höfum ekki fengið tækifæri til að yfirfara þann kostnaði að hafa neitt það að segja. Að öðru leyti en því að við höfum, eða Þóri réttara sagt, hefur gert grein fyrir því að það sé ákveðin takmörk á hvað sá kostnaði getur orðið mikil og hann verði ekki meira heldur en var talað í upphafi, ef ég man rétt. Og ég held að það sé skilningur á því hjá bænum að taka þá á sig þann umfram kostnað sem verður, þó að sé ekki búið gangan endanlega frá því. Sko við töluðum þessar 2 milljónir sem við samþyktum og ekki krónur fyrir það í hönnunarkostnað. Það var 2 milljónir sem við tökum á okkur eða 2 milljónir? Nei, sem allur pakki kostar sko og það var þannig sem já. Og en þeir sko ræddu við mig á þeim nótum sko síðast það að svo upphæð hefði lágst að koma þeirri upphæð inn í fyrstu áætlunina en það yrði sem þetta hefði gert eftir ég hef þá miskilið á ef þetta er ekki inn í hér í þessu það er ekki inn í þessu nei, þá þýðir það eins og hann segir það er þá bara ákveðin prósenta af þessu tilboði sem verður tekið hérna inn í en mér langar aðeins til þess að vita hvort að okkur text hérna geta séð hér á skermi hérna það er hvernig þetta kemur hugsanlega út fyrir við sjáum þetta blaði sem að fylgja þarna aftast að ef við samþykjum það að þetta verði mælt með þessu lægsta tilboði þarna til heimis það er upp á þessar 22,5 miljón þessar 22.540.640 krónur að þá sjáum við á þessu skema að 45% af þessum kostnaði eru 10.125.288 og fjöldi eigna í þessu sambandi sem koma til með að taka sem að skipta þessum 45% niður á sig þá kæmi þetta á hver eign 44.802 krónur og 16 aura ef við greitum þetta á einu ári þá kæmi þá mánaðargreiðsla á 12 mánuði 3.733,51
Á 2 árum myndi þetta svo lækka niður í 1800 krónur, 866,76. Ef við tækjum að greiða þetta 3 árum, þá er það að 1244 krónur og 50 og 4 árum 933 krónur og 38 og svo á 5 árum 746 krónur og 70. En það skal tekið fram að þetta er án vaxta og án fjármagnskostnaðar. Það er að segja að þetta er bara höfuðstóllinn sem honum er skipt svona niður, sem að þessi 45% eru skipt svona alveg hrá niður. Þannig að fólk verður að auðvitað hafa þann fyrirvara á að þarna vantar allan fjármagnskostnað og vaxtakostnað inn í. En svona kæmi þetta dæmi til með að líta út. Þessi fyrsti áfangi. Verktaka þátturinn í fyrsta áfanga. Verktaka þátturinn í fyrsta áfanga er þessi. Þannig að það er þetta sem að við skulum alveg gera okkur ljóst að eins og dæmi stendur. Þetta er greiðslubyrðin á hverja eign, eins og þarna kemur fram. Sko, verslunareigendur, þeir koma inn í þetta dæmi, já. Þeir eru þarna sem sagt 14 aðilar af vísu sem eru komað inn í, já. Eru þeir inn í þessu? Já, 226, já. Já, þeir eru ekki, já, þeir eru undir því. Já, sko, þessi 14 eigendur verslunarskristofuhúsnæðis, þeir skipta með sér þessum 11 stæðum. Og það er sem sagt, það er ein húsfélagsdeild, það er Hafnarbókarráð 2 sem kemur til með að annast þann part. Er ekki 219 íbúðir? Nei, 212. Það er 212 íbúðir, já. Þetta með aðeins langar að koma inn á þess að við varum talað hönnunarkostnaðinn áðan og það er búið ganga frá því að það er ekki við 2 milljónir og það er alltaf hluti 900.000. Skil ég það ekki rétt að það sé bæði fyrir þennan áfanga og seinni áfanga, eða á ekki gerðu tveimur áfangum? Sko, jú, þetta er heildar hönnunarkostnaður fyrir allt málið eins og leggur sig, en það er ekki búið að ganga frá, taka það fram. Það er ekki búið að ganga formlega frá því að hann geti ekki aukist, hins vegar er eins og hér kom fram áðan, góður skilningur á því að það verði ekki og Hamraborgarráði hefur lýst því yfir, Þórir hefur lýst því yfir að það kom ekki til greina að það fari umfram þessa tölu. En tæknideild Kópavogskaupstaðar hefur ekki endilega sagt að hún fyrir hönd Kópavogskaupstaðar fallist á það sjónarmið, en það er skilningu fyrir því. Skilur. Þannig að það eru góða líkur á því að þetta verði svona eins og Þórir hefur lýst því. Og þá verðum við að reikna með bæði fyrir þennan hluta og seinni hlutan, eða er það ekki? Allar framkvæmdir sem áætlaðar eru á þessu ári og næsta ári í tengslum við viðgerð þessara bílageymslna og endur hönnun garðsins og frágang á honum. Nú skilur þeir sá hluti sem á að gera í sumar, þá ljúka 4 mánuðum, þá það verður búið. Nei, það er þessi framkvæmd sem núna fer fram. Hún á að fara fram á þessum tíma sem þú tiltókst, síðan á eftir að þétta plöturnar ofan á garðinu og það verður gert í sumar. Það getur verið alveg fram á haustið. Þar hyggst nefnilega bærinn nota sérstakt atvinnuátak við það að losa sandinn og hellurnar og það ofan af til þess að sé hægt að komast að garðinum ofanfrá til að þétta sprungur. Síðan þegar búið er að opna sprungurnar allar, þá eru sérstakt útboð. Þá verður fer fram sérstakt útboð, trúlega útboð, já, þar sem boðin verða út þéttingarnar sem slíkar, renningar með fram öllum húsunum og yfir alla þensluröfar og allt það, ofan á garðinum, já. Þegar búið er að opna það allt saman upp og gera sér grein fyrir því hvernig það lítur út. Og það er eitthvað sem Kópavogskaupstaður sér alveg eða ekki? Nei, Kópavogskaupstaður sér að taka ofan að þessu. Kópavogskaupstaður, sko, það er í upphaflegu áætlun gert ráð fyrir þessum þéttingu, en það er hugsanlegt að hönnun garðsins valdi því að þessi þéttingakostnaður verði eitthvað aðeins dýrari, þá tekur Kópavogskaupstaður þann aukna kostnað á sig. Allt sem kemur til vegna nýja garðsins. En upphaflega var gert ráð fyrir þetta þétt, það er inn í upphaflegum áætlunum, það mun að sjálfsögðu falla með því skiptingarhlutfalli sem ráð ekki fyrir gert í samningnum falla á Hamraborgina, íbúa Hamraborgar. Og það myndi gerast í sumar og næsta sumar, já. Annað haust á garðinum klár, já. Búinn. Já. En seinni áfangi hér í bílageymslunum, hvernig myndi þetta? Hann er þá næsta sumar, þar á eftir. Hann er næsta sumar, þá er það endanlega klára.
má ekki reikna með því að sú upphæð sem að það myndi kosta sé eitthvað svipað og þetta núna. Já, miðað við, já, ég myndi gera ráð. Já, einmitt. Það var bara búin að segja. En svo var það eitt sem gaf mér í hug út af því að þetta, ekki það á að vera, það verður búið að múra þetta á mál og gera fínt. Finnst okkur ekki sjálfsagður hlutur, ef þú sé ekki inn í þessu útboði, bara að það verður þá gert af einhvern annan handa máta, að setja þennan part strax góða lýsingu. Jú, sko, það er verið talað það að auka lýsinguna niðri. Er ekki það svolítið að tala um? Jú, ég meina í bílagjöfnum, á þennan parti verður Nei, þú ert að tala um þann hluta sem að er núna að gera við. Það verður klárað sumar að fyrir næsta haust verði komin góð lýsing allavega á þann hluta. Við höfum farið fram á það við bæinn að hann leggi til fagmann til þess að gera tillögur í þessum efnum og á sinn kostnað. Og það hefur svona, menn hafa engu lofað í þeim efnum en teki vel í það. Menn eru á vinsamlegu nótunum í samstarfi eins og þeir mögulega geta og ég veit, já, við reyðum okkur á það. Það er eitt sem ég hef aldrei vitað, aldrei spurt og við okkar að vita hvort að þið vita það. Hver á gæsluskúr? Bærinn. Bærinn á? Já, Borgir SF seldi Kópavogskaupstað þetta skýli og svo hérna húsið þarna undir rafveituna. Veitu hvað hugmyndi hvað að gera þennan skúr að nýta þetta? Já, sko það var auðvitað samkvæmt þeim samningum sem þá voru gerði við félag húsenda fyrst áfangar miðbæra Kópavogi að það er að nota þetta sem varaskýli fyrir stöðumælavörð sem að þá var, heitir stöðuvörður í dag, til þess að afla bílageymslun og tekna. Þá var eins og þið vitið og við vitum að þá voru þessar reglur sem að eru þetta gildi ennþá. Þá voru það setta til þess að sjá tekjulið varðar til þess að standa undir reksturskostnaði bifreiðageymsluna. Nú einhvern veginn hefur það farið svo eins og við vitum, Birgir, mjög vel að þetta fór aldrei í gang, þetta Hamraborgarráð fyrir 2 árum síðan og þá lögðum við til hérna við í ráðinu að það yrði uppsettar sérstakir gjaldmælar niðri svipað þeim sem Reykjavíkurborg hefur víðsvegar á miðbæjarsvæðinu. Það er nokkurs konar tölvuhausar sem að gefa út miða og þessu var alfarið hafnað. Þannig að það kom þrýstihópur sem að skrifaði hérna bæjarstjórnarmönnum bréf þar sem að þeir óska eftir því að þetta yrði ekki gert, það yrði engin gjaldtaka á svæðinu. Þar með voru þessar geymslur sviptar þessum tekjulið. Þar er svolítið óráðið og ólokið dæmi af okkar hendi því að við lögðum þetta til og þá komu þeir með þá hugmynd og sögðu að það væri í raun og veru að skemmta skrattanum með því að vera setja gjald hér á allt miðbæjarsvæði. Það myndi enda með því að það myndi enginn stoppa hérna í miðbænum, bara halda áfram í Kringluna. Jú, það er allt í lagi, en regluna gerir ráð fyrir því að þetta skýli yrði notað fyrir varðmann til þess að hann annaðist á sektargerð í geymslunum fyrir þær bifreiðar sem ekki greiddu. En nú er þetta frá og þannig að þetta er aukt þetta skýli og þetta er alveg á eftir að ræða við bæinn það í hvað við getum notað þetta í framtíðinni því að þeir eru alfarið búin að hafna þessum stöðuvörðum. Og svo þar að auki að við verðum líka í framtíðinni að kalla ýmsa þjónustuaðila, ég bara flest alla þjónustuaðila á miðbæjarsvæðinu til samstöðu með okkur í því að auka tekjulið á rekstri bifreiðageymslana með einhverjum hætti. En þetta, ef það svarar þínni spurningum með þetta skýlið, þá er saga þess svona. Þetta var nú bara forvitni. En svo langar mig að vita eitt í sambandi við þessar greiðslur hérna sem að koma hérna fram, að þær geta verið frá 3.433 krónur á mánuði ef það er borgað á einu ári, eða vonið 746 og að veita eftir vöxtum og fjármagnskostnað og öllu slíku. Er dæmið þannig að það verða allir að borga á einu ári, eða allir á 5 árum, eða allir á 3 árum, eða getur einhver einn borga því að sitt strax og við innir á 5 árum?
hvernig gerist þetta? Já, þetta sem fjármálaráðherrann okkar verður að svara til Jakobína, hún er búin að mikið velta þessu fyrir sér og það er að segja hvernig ná að gefa fólki kost á því sem kannski vilja greiða þetta strax og verður þannig lausir við þetta, það er kannski til í dæminu, en allavega vegana, ef að greiðslubyrðin er of þung fyrir suma, þá er Kópavogskaupstað tilbúin til þess að baktryggja lán sem er alltaf þá 3 til 5 frá 3 árum upp í 5 ár. Þannig að til að létta á þeim, en ég held að öllum sé frjálst að greiða þetta strax eða vilja. Já, ég meina, sko, ef ég vil borga það 5 ára, þá lít ég númlega fyrir að borga vexti og kosta og vona þetta. Já, það er einmitt, það er akkurat, það er... En allra móta ég vil borga það inn og Já. það er kannski ekki að þetta. Þetta er... Já, þetta er einmitt það sem við erum að ræða þessa dagana. Akkurat og þetta verður kynnt á aðalfundinum þar sem 27. apríl næstkomandi hvernig við komum til að standa að þessu og þá verður þetta alveg ákveðið af okkur hvernig fólki getur greitt þetta. Einmitt, þetta var nú bara svona forvitni, þakka ég fyrir. Og ég seti ég hann okkur 14 en okkar spyr ástandaði hvernig verður fyrirkomið í sambandi við niðurföll og líka og hversu mikið brot er, jöfnabindning mikil og hvað efni er sett í steipuna þannig að slitning og skart kemur. Já, í fyrsta lagi þá verður gert ráð fyrir að færa niðurföllin til þess að þurfum ekki til þess að hægt að vera með mestu þyktir þar sem við þurfum á mestum þyktum að halda í blötunum. Það ferða þá súlu á miðsvæði? Já, ekki keislubrautir en á milli miðsvæði í bílastæðum. Er það keislubrautir? Það hæðstar? Allast það yfir í bása eða þannig að það hreinsi sig? Já, það er hugsað þannig að þetta hreinsi sig alveg. Verða þá sko keislubrautirna svolítið kúttar? Það er hægt við því, já. Ég verð bara að segja það eins og ég hef ekki farið yfir þessi atriði í smáatriðum. Þannig að það er sjálfsagt til ýmislegt í því, en megin stefnan í þessu er svo að hafa niðurföllin þar sem við höfum minnst við þyktir í blötu að gera. Við þurfum mest á styrkingum að halda í kringum súlurnar og þar þarf að bæða auka þyktir og bæta við járnum. Þú spurðir þetta varðar blöturnar og járnin í þeim, niðurföllin, hvað var að fleira? Já, svo er það í sambandi við niðurföllin eins og þú kemur á lægra plani. Síðan spurður yfirborðið líka, já. Yfirborðið líka, yfirborðið. Já, það er gert ráð fyrir því að það verði mun harðara yfirborð í steypunni heldur en nú er. Já. Það er gert ráð fyrir því. Verður mjög slitgóðu blötur. Það er slípað, já, og sett í það, já, sett honi í það, já. Þetta er náttúrulega eins og alltaf í svona dálítið í höndum verktakana. Verktakinn hlýtur að geta lagt til ýmislegt í þessum efnum, en það eru gerðar ákveðna kröfur það. Þetta uppfyllir lágmarkskröfur slitholni sem svona gólf þurfa að uppfylla. Já, sko, allt þetta þarf helst að koma, alla breytingar frá útboðsgögnum, ef að verktakinn hefur einhverjar óskýr það þurfa að koma frá honum. Já, einhverju fleiri fyrirspurnir? Það vildi kannski aðeins leiðrétta þetta. Þau þurfa ekki endilega að koma frá honum, en það er betra að það koma frá honum. Kostnaðarlega sér. Já, er enga fleiri fyrirspurnir? Þetta er nú að ofta að sem vélslípa plötur eru svolítið sleipar, þannig að það er gott að vera með kvassefni eða eitthvað sem er stálsamt eða eitthvað sem er stráð í þetta. Já. Það renni ekki, skreiki ekki fótur. Ég man bara ekki hvernig þetta var nákvæmlega, hvernig það er gert, en það er ljóst að í upphaflegum forsendum sem við lögðum upp með og lögðum fyrir að þá yrði sem sagt gerð krafa slitþolni platnana. Ég á nú ekki von á því að þetta verði neitt hættulegt í hálku, sérstaklega vegna þess að þó að við hafum nú saknað þess stáltið í þessum undirbúningi að það yrði gengið frá göngubrautunum sérstaklega, þannig að þær yrðu hrjúfar og áberandi ofan á millibrautunni.
En þetta atriði sem við Þórir þurfum að reka á eftir sérstaklega núna áður en gengið frá samningi við verktakann. Þetta er Hrafnhildur, hann fór 38. Hvernig er það hluta garðsins sem vestan við húsinu? Hann inni í þessu dæmi, það ekki? Jú, hérna megin. Jú, það hefur verið gert ráð fyrir því að taka kerin af þar líka og færa allt til sama horfs. Það er eitt stórt ker hérna fyrir vestan, alveg onni í svölunum, ef ég man rétt. Já, undir svölunum, já. Já, jafnvel það, já. Já, það er sá hluti garðsins er alveg ónýtur. Það passar. Það er líka, kannski alltaf að það komið fram hérna líka hjá þér Ásmundur það, sko, hvað er hugsað að gera við húsið hérna, sem sagt, uppganginn. Eða þú segður þeim. Já, sko, það er gert ráð fyrir því að mannvirkin sem standi upp úr plötunum sem var annars vegar yfirbyggingin yfir rampin og hins vegar yfirbyggingin yfir stigahúsið. Það er gert ráð fyrir því að gera við þetta. Mannvirkið yfir rampin er tiltölulega mun betur á sig komið og verður þá bara gert við það. En hins vegar er stigahúsið mjög illa á sig komið og þarf að bróta það niður. Sem er hérna á móti 16 Já. Já, einmitt. Og við vorum með hugmyndur það að það yrði byggt upp í léttara form heldur en nú er. Það er eins og gert ráð fyrir því í gögnunum, í útboðsgögnunum að það verði steypt upp í sömu mynd. Og þetta er eins og atriði sem hægt er að semja því að það er þá allavega komin kostnaðartala í þetta og við myndum að sjálfsögðu ekki fara út í neina breytingar sem færu umfram þann kostnað. Við myndum reyna að gera þetta á ódýrari hátt ef einhverja breytingar eru gerðar. En við lögðum áherslu á það við Þórir að það yrði teiknað upp og lagt fyrir nýtt stigahús og það höfum við ekki séð ennþá. Og þetta er annað atriði sem ég hef talað við Þóri að við þurfum að herða á núna. Fleiri spurningar? Ef ekki þá held ég að við bara göngum þá til afgreiðslu á þessu erindi, hvort að sé nokkra mótbáru við því. Ég er ekki alveg rétt að samþykkja það að það sem að tæknideild Kópavogskautar leggur til með þennan verktaka að gengið verði til samninga við Heimi HF upp á þessa fjárhæð þarna 22.500.640 krónur. Ég ætla bara að bera það þá hérna upp fyrir ráðið og þeir sem eru því meðmæltir að þetta sé gert rétt í pendi. Þeir sem eru á móti, það er enginn, þá skoðast þetta sem samþykkt. Nú, framhald af þessu þá hafði ég hugsað mér samþykkt samfélag, já. Þá hafði ég nú hugsað mér það að sitja hérna áfram fyrir svörum ef að það verði hringt inn, því að það er nú bein útsending í alla Hamraborgina. Ef að einhverjir í blokkinni myndi vilja koma fram einhverju fyrirspurnum umfram það sem að hér þegar hafa komið, þá er það hægt að gera það núna með því að hringja inn. Og þá erum að gera bara, já, það er 64 35 90. Þeir íbúar sem að vilja fá einhverja frekar upplýsingar heldur en þegar hafa komið fram, byttu nú við, þarna hringir einhver. Já, hver er það? Emilía 36. Já, komdu sæl Emilía 36. Komdu blessaður. Blessuð. Ég langaði að vita hvort að hefði ekkert verið rætt það að setja hlið hérna við endan hjá okkur til þess að loka hérna inn í garðin því mér finnst nú þetta hálfgerð hraðbrautarði út af börnunum sem að leika sig í garðinum. Þú ekkert örugg fyrir umfyrinni. Já, það eru, ef ég man rétt, þrjár útgönguleiðir út úr 5 útgönguleiðir út úr garðinum. Ein er í gegnum göngin í áttina að skólanum. Svo eru 2 útgönguleiðir niður í bílastæðin. Svo er útgönguleið all breið og mikil til suðurs út úr vestari hluta garðsins. Og svo er náttúrulega útgönguleið orðin núna þegar komið alveg vestur fyrir húsin. Hvaða útgönguleið ertu að tala um? Ég er að reyna að meina útgönguleiðin og þess vegna er keypt inn í Geislagarðinn. Já, já.
Það hefur ekki verið talað um það, nei. Og það finnst mér vera kippt og hratt. Já. Og svo hef ég tekið eftir því hérna að það verðist ein íbúð hérna í hringnum. Já. Hafa þarna einkabílasvæði. Já, það er rétt að taka það þó fram að á sínum tíma, það er nú allangt síðan, þá var settir niður 2 hliðstaurar og slá á milli sem átti að koma í veg fyrir það að ekið væri þarna uppað, en sú slá hefur verið tekið niður vegna þess að bæjar starfsmenn einhverjir að hafa ekið bílum sínum upp að bæjarskrifstofunum þarna megin frá og vegna þess hvað sláin er þunglamalega, þá hefur hún sjálfsagt bara verið tekin og henni hent til hliðar og þar á leiðandi er alltaf opið inn í garðinn. Þetta er kannski atriði sem að stjórn Hamraborgarráðsins geti tekið upp í bæjar yfirvöld að fá þetta lagað. En hliðið þarna er til staðar og það væri hægt að, en þú ert kannski að tala um eitthvað hlið sem að hamlar því að börn hverf út af svæðinu, það væri hins vegar mjög erfiðara eins og. Það er ekki það sem ég er að meina, þetta finnst mér hlýðið vera á vittu þetta, það þyrfti að staðsetjast við endan á húsinu hérna á 36 og yfir á blómakerjunum á 38. Já. Þá er garðurinn lokað þannig að þá getur fólki keyrt áfram að leikfélaginu, að Hamri ef það þarf að flytja eitthvað þangað að vera með þessum ekki fyrir í gegnum bílageislunar. Og ég sé nú veist við erum orðin það mikið plastinsveist með þessum hliðum að ef fólk er með plastkort annað að það er hægt að fá sem að lyfti upp bóminni og svo fer hann niður aftur. Já, það kostar peninga hitti miklu ódýrar að vera bara með svona slá sem að. Já, ég veist það verður náttúrulega langt best og mér finnst náttúrulega enginn hafa þarna erindinu að fólk sem er að flytja og að það sjúkrabílar og annað því sko. Akkurat. Svo er það best að sé að það nokkuð einn öryggur bílunum en þau getur náttúrulega skotið stundum að skoða. Það er náttúrulega allt annað og ég finnst það náttúrulega það verður bara að hafa gæstum með því fólki sem á þessu börn. Það er aðalega þau sem ekki kemur niður. Takk fyrir. Já. Takk. Það höfum ekki við að búa til þessu. Þá er það sem sagt Emilía, við þökkum henni fyrir hennar spurningar. Ef það eru ykkur fleiri sem að myndi vilja hringja inn í síma 64 35 90 þá gerir það svo vel. Nú er tækifæri til að spyrja Ásmund og okkur hérna í stjórninni. Já, meðan við bíðum þá kannski má geta þess að það voru einhverjir sem að tala fótboltasvæði inn í garðinum, í geislahlaðinu. Hefur þú nokkuð hýrt talað slíkar hugmyndir, Ásmundur? Nei, ekki nýjar. Þegar ég bjó hérna þá var annar sonur minn alltaf í fótbolta þarna úti og það reyndist ágætlega. En þá verða þessi vellir að vera litlir þannig að sé ekki að ná upp neinum hraða á völlunum og sé hann henti einungis fyrir mjög litla krakka og þeir þurfa að vera tiltölulega vel staðsetti gagnvart gluggum og öðru. En ég held að menn geti ekki verið að tala um neina verulega stóra velli þarna, það er stórhættulegt. En ég vildi taka það fram í sambandi við þetta tilboð, mér láðist það og við vorum að ræða um það að það koma sjálfsögðu endurgreiðslur til húsbyggjenda af þessu tilboðsverði sem er virðisaukaskattur á vinnu verktakans. Vinna verktaka í viðgerðarverkefnum almennt séð er svona í kringum 60% af tilboðsverðinu, tilboðskostnaði og mér reiknast til að við séum að tala þá við erum þá að tala um svona cirka 20% af 60% og 60% af þessu ætti að vera svona 12,5 miljón og 20% af því eru þá 2,5 og það er þá til endurgreiðslu og það yfirleitt veitir ekkert af því í verkum sem þessum vegna þess að það er mikil óvissa í magni eins og ég kom að áðan vegna þess að menn get ekki áætla þetta nákvæmlega eins og menn get áætla fjöldanagla í samsetningu í nýbyggingum og svo framvegis. Hvernig verður frágangur og steypuskilu hérna niður? Hvernig lokið? Það verður húlkíll við útveggi. Nei, ég meina blötu samskipti. Það verður bara niður. Það verður sérstakur frágangur með járnum. Já. Og borðið þá yfir? Borðið yfir býtur ólúr járn þá. Með það sem að bílinn er svo hérna hjá 14. Nei, það verður lokað yfir þannig að vatn gangi ekki þar niður sko. Já, það verður slíkur frágangur. Já. Sérstakur þensluskila frágangur. Sem að þolið að fá þessa hreyfingu sem að. Já. Já, ykkur. Ég myndi kannski fá staðfestingu á því sem þið sögðu áðan sambandi við viljiði frá Kópavogsbæ fjármögnun eða lána hagstæðum kjörum fyrir íbúðina. Skildi ég það reitt? Já, það liggur náttúrulega ekki fyrir ennþá Þórir hvernig það lán kemur til með að líta út en það hefur verið talað um það með
hagstæðum kjörum eins og þau eru kallað, en hagstæð kjör er náttúrulega að fá í það og ef þau eru ekki betri en það sem Hamraborgarráð getur útvegað sjálft þá Það hlýtur náttúrulega að vera annars konar vaxtakjör þegar Kópavogsbær er tilbúinn til að baktryggja eitthvað lán. Já, vonandi. Það er nú það sem við erum að stefna að, sko. Þetta er alveg gulltryggt lánast í því. Þeir hafa svona gefið vilyrði fyrir því, Já. Þeir hafa talað um það, já. Svona þetta er bara komið fram í viðræðin hjá okkur, en það er eins og Ásmundur segir, það er ekki búið að negla þetta neitt niður á samning. En framkvæmdina fara þannig fram að Kópavogskaupstaður ábyrgist greiðslu til verktakans, sjáðu til. Og greiðslu munu fara fram í gegnum bæjarsjóð. Síðan á Kópavogskaupstaður bara bakkröfur á eigendur í þeim mæli sem getur í samningi. Og að því við komum að þessum lið með varðandi innheimtuna, þá vil ég endilega koma því áleiðis til allra húseiganda í Hamraborginni að Hamraborgarráðið ætlar að innheimta beint. Það er að segja, það er ekkert húsfélag sem að verður milli liður á milli Hamraborgarráðsins og húseiganda. Þetta verður sérstök innheimtustofnun, þannig að framkvæmdasjóður sem að hún Jakobína kemur til með að stýra. Það er auðvitað samkvæmt lögum sem á að gera þessa hluti, því það er ekki hægt að láta nokkra húsfélagsdeild vera millilið í svona innheimtu. Það kemur ekki til greina. Hamraborgarráðið er samkvæmt þessu lögaðili sem á að sjá um þetta og þá leið, með slíku eignast, með slíkri samþykkt eins og við erum að samþykkja núna, þá eignast lánveitendur lögveð, sjálfvirt lögveð í hverja eign í Hamraborginni. Og við verðum líka að gera ykkur grein fyrir því að eins og ég er búinn að benda á áður eins og kom fram í fundargerðinni hjá henni sann hvítið að það væri að liggur fyrir núna frumvarp á Alþingi þess efnis að Hamraborgarráðið er eini aðilinn sem getur gefið út einhverjar yfirlýsingar varðar skuldarstöðu vegna framkvæmda í bifreiðageymslunni. Það er ekkert húsfélag sem getur sagt til það hvað þetta kosti og svo hitt. Að gefnum tilefni þá vil ég endilega undirstinga þetta vegna þess að fasteignasalar og aðrir aðilar hafa haft samband við mig og lagt ýmsar spurningar fyrir mig, spurt hvort að það sé ekki bara alfarið á vegum Kópavogskaupstaðar að sjá geymslurnar og hvort það sé ekki búið að ganga frá öllum samningum. En það er bara, því er ekki svoleiðis farið. Þetta er allt í góðum farvegi hjá okkur hérna í ráðinu og við erum búin að samþykkja þessa samninga. Það er ekkert farið upp fyrir þá og þetta er innan ramma og þessi áfangi sem við vorum núna, hann er ekki, vorum að samþykkja núna, hann er ekki meiri en þetta heldur en þegar hefur komið fram. Og ég ætla líka þá að leið að hvetja ykkur þá að upplýsa ykkar húsfélög, það er að segja ykkar íbúa stöðuna. Það getur vel verið að einhverjir hafi ekki séð þessu útsendingu og kannski komið til að missa af því þegar við endurspilum þetta, að koma á fundinn sem verður í næsta mánuði 27. apríl, miðvikudaginn, í Félagsheimili Kópavogs klukkan 8:30, því það er mjög áríðandi að við náum þar saman, við komum þar saman. Ef að einhverjir aðilar geta ekki komið sjálfur og þeir veiti þá öðrum umboð til þess að fara með sitt atkvæði á fundin vegna þess að það er ekki hægt að vera að boða aftur og aftur til hafa svona framhaldsfundaboð eins og eru oft erfið vegna þess að við þurfum að taka fyrir á þeim fundi á þremur stórum þáttum. Það er fyrir það fyrsta, auðvitað er þetta stjórnarkjör hjá okkur. Í öðru lagi verðum við að boða til innheimtu aðgerða. Það er að segja hvernig þetta verður innheimt og með hvaða hættu og hvernig þessu verður hagað. Það er stærsti hlutin í þessu máli. Og þetta verður alltaf að gera með lögboðnum hætti. Þannig að ég vil endilega undirstinga þetta. Ég held að ef einhverjum fleiri spurningar til þess Ásmundar. Í sambandi við greiðslurnar, það verður sem ekki byrjað að innheimta fyrir eftir aðalfundinn í apríl. Það
verða ekki dregin hendur í mæ þá eitthvað þessu? Sko já, samkvæmt þessu þá er stemt að því að fyrsti seðillinn, hann komi 1. maí. Er það ekki? Jú, og þetta fer náttúrulega eftir þeir ætlum nú að reikna þetta út, sko, og kanna þetta hjá bænum. Okkur vantar alveg tölu, sko. Við verðum að vera með einhverja skynsamlega tölu sem er marktakandi á. En það er ekki þannig að þetta sé alltaf á okkar, sko. Það verður langt best að negla þetta niður með jafnri tölu, hvernig síðan sem fólk borgar. Hvort sem vil fá lán í 3 ár, 5 ár eða eina greiðslu, sko. En það er líka kannski erfitt að hafa þetta oflókið. Þannig að það séu allt og margir kostir. Að hugmyndin er svona 2 til 3 kannski. Já, en ég skilja það ekki rétt að ef ég vil borga þetta 5 ára, en þess að sem byrjur hliðina, ég vil borga bara svona, þá getur hann borgað svona og ég kann þetta eftir 5 ára að tryggja það. Ég meina það þarf ekki að vera allir sem er með það sama. Nei, mitt. Og þá hlýtt ég líka skilja það rétt að því að eins og þóri vera komin á lögverði í íbúðum, að ef ég borga þetta smitt upp á 1 ári, sem telst nú í flestum tilfellu staðgreiðslu sem búið við íbúði, að það getur ekki komið með kostnaðar á það að lögverði í íbúðum minni út á það. Nei, þetta er náttúrulega, þetta er bara vara, þetta er bara tæki, sko. En það segja að þá er ég að staðgreiða miklu það? Nei, ekki ef þú borgar það á 1 ári. Þú staðgreiðir bara, þú staðgreiðir. Nú erum við ekki, þetta heyrir ekki, sko, að borga á 1 ári í svona framkvæmdum fellur ekki undir sama skilning eins og að greiða íbúð á ári. Það er svona útborgun í íbúð sem getur farið fram á 8 til 14 mánuðum eitthvað svoleiðis og er vaxtalaus. Allar greiðslur sem fara fram yfir hérna, sem valda kostnaði í verkinu eru sem sagt ekki leið og kostnaðurum verður til, þær taka á sig vexti. Ég hef einhvern veginn skilið þetta þá vitlaust. Nei, en ef þú ætlar að borga þetta strax eins og þú talaður þá heldum að það var bara eingreiðsla strax núna á þessu ári, mjög fljótlega. Ég bara hélt að 1 ári telti staðgreiðslu svona út af þetta. Alls ekki. Þetta væri að ég er að gera íbúðuna mína verðmætari. Já, en þú ert að gera þína íbúð verðmætari. En allt fólki hér stendur í þessum framkvæmdakostnaði og það þurfa allir að sitja við sama borð varðandi fjármagnskostnað. Það lítur að skilja. Er það hugsanlegt að það sé komið fast verð á þetta fyrir að verkefni er hreinlega lokið? Það er rétt. Það er ekki endanlegur kostnaður getur ekki legið fyrir að öllu verkinu er lokið. En það er hægt að greiða til dæmis ákveðna áfanga eins og hér er og síðan getur komið nýr áfangi sem er það svona uppgjörsáfangi sem getur þá jafnvel líka fallið inn í næsta áfanga. Og það er þetta skipuleggi þetta greiðslufyrirkomulag allt þannig að því getur verið haganlega fyrirkomið fyrir húseigendur. Og jafnt og þétt sko greiðslan, ekki helmingi meira á næsta ári heldur en árið. Já, það sem hún er bara að tala um Jakobína, Birgir, ég með aðeins taka af þér orðið, sko, það er að það hafa bara eina fasta fjárhæð á því tímabili sem að greiðslur standa yfir. Ekki vera að rugla mikið með fjárhæðir. Heldur að hafa þetta... Já, heldur að hafa þetta sem einfaldast. Mér sýnir þá eftir þess að dæma að þetta er hagkvæmast fyrir mig og alla aðra að fólk þetta 5 árum, þá er allir penkin komin. Já, það verið þetta árið að sé 1000 kallar mánuð næsta ár, 1200 eða 1500. Það er hagkvæmast að borga þetta strax, því þá kalla niður vextir og líka lántökukostnaður, sem er einhver ákveðin fyrst tala, þinglesningakostningur og... Þú þarft að borga hann hvort þið er, sko. Það skiptir ekki máli hvort þú borgar hann, þú sleppur aldrei við að borga hann þó þú borgir strax. Þá kemur það bara setna og þú ætti að borga það strax eða með lánum ef þú myndir kjósa það. Það er alveg ljóst að ég get valið það á hvern handa máta ég vil greiða þetta. Já, okkur finnst það sann. Já, þetta er líka sann. Og fólk er misjaflega stætt búið til að greiða svona sem er... Jú. Vilja greiða á lengur tíma, þannig vilja greiða strax. Já. Þessi tala sem fara hérna út 44.000, það var 45.000. Það er deitt í bara fjölda eign og upp í þessar 10 milljónir. Já. Svo er innheimt, sko. Við vissum þetta vel á þetta innheimtu fyrirkomulag að það er innheimt bara bein. Það er hérna, nú voru mismunandi eignarhluti hverri stegakvæm. Já, þetta er samkvæmt fjölda. Já,
Sko þó að sé sko 4 herbergja íbúð þá ánum bara eitt stæði sem jafnstórt og 2 herbergja íbúð. Já, það ekki farið eftir eignarhlutur. Nei, ekki varðandi bílastæði. Nei. Það bara það sem ég vildi fá. Já. Liggur það alveg ljóst fyrir? Já. Hefur það rætt alveg lögum? Já, það þetta í lögunum sko, það frá 1976. Það er alveg fast sko. Það er lögunum. 1 og 1/4 stæður aukúð, ekki? Ég man nú ekki hvernig þetta er skipt hérna niðri. Já, ég þekki ekki það hérna niðri sko. Það er einhver prósenta framöður. Já, en hins vegar sko það er jöfn kostnaðarskipting á bílastæðum hérna niðri sko. Þetta var svo mismandi sem að það er svona lagfæring og stíðafangis. Já, það er annars eðlis. Það er ekki, nei, einn í einu. Bíddu, Jónas, við mistum að því sem þú sagðir af því að það voru 2 að tala saman. Viltu koma aftur með þína athugasemdir? Við saman þau bílastæði? Nei, þú varst að segja eitthvað annað á þeim. Það náði ég ekki. Nei, jæja. Það var niður. Já, nei, það er bara... En þetta svarar þinni spurningu, Ragnar, ekki? Já. Fleiri spurningar? Nú, þá held ég kannski fleiri sem að vilja kannski hringja inn. Það er opinn sími hérna hjá okkur, það er 64 35 90. Til að leggja hérna fram fyrirspurning til okkar. Nú, það er þá ekki hérna þá held ég að það sé nú komið að lokum þessa fundar hjá okkur. Ég ætla nú þá bara að þakka ykkur öllum fulltrúum fyrir góða fyrirgjöfu. Bara einn hlutur, ég ætla að þakka stjórn Hamraborgarráðsins fyrir það hvað hérna var tekið skileglega á þessum málum félagsaðstöðunar svo fyrir. Já. Og virðist það að vera aflög. Framhaldi af því sem gerst. Það er nefnilega gott að heyra það, við þökkum það kærlega. Nú að öðrum kosti þá segi ég hérna fundi slítið. Takk fyrir. Watches me.